Axel, á rúst í bikarúrslitum í dag. Hvað er skapað þetta fyrir skipti? Þessum kannski munurinn var að við segja að við vorum fyrr að fara að spila kannski fast og ná baráttu sérstaklega í vörninni, en að maður sá alveg kannski að þeir gátu líka alveg þetta í seinna áleik að þeir voru að spila fast á okkur og voru að skipta skrínum og senda skrínum og allt það, en við bara náðum að byrja á því frá bara fyrstu mínútu og vorum mjög grimmir og svona myndum finna fyrir okkur í öllum aðgerðum, sóknarlega og varnarlega, og það bara munaði því sko. Þú veist, þú sér til dæmis þegar mann fannst það sko í seinna áleik þegar þeir voru að spila góða vörn og svona lækka gæðin í okkar sóknarleik en þá leið ef þeir náðu að búa til lausan bolta eða léðan skot, þá vorum við mættir til að ná hirðalausa boltan eða sóknarleik og svona rafið, þannig að við náðum bara að mjalla þetta að ná hans í 40 mínútur á mikilli svona baráttu eða notuðum miklu orku í allt sem við gerðum. Fórum ekki með einu hálfkáki í neitt. Er þetta alltaf gangandi svona hefur? Nú byrjiði hvað, 11-14-0 í maður ekki nákvæmlega? Já, auðvitað hugsa maður bara, já ok, þú veist, þegar 11-0 skora þeir, ok, þá þarf kannski að stilla sig aftur upp á nýtt, þú veist, núlstilla, ok, tökum næsta rönn, sko, og það er alltaf, það er hluti af þessum fræðum, hluti af því að vinna er að ná að geta, sko, og hætt ekki, og það sem kannski ég var mest ánægð með var að ég held að þeir hafa komist einu sinni undir 20 stiga múrinn, bara við 19 og við svorum strax upp í 21 og ég held að það hefði ekki breyst síðan stefnileg, sko, það var mjög gott. Nú er það Skeggjafing í fyrsti titlastórs, hversu stórt er að vera partur af þessu? Það er náttúrulega hrikalega gaman, jú, bara forréttindi að fá, ég var í burti í 7 ár og svo maður búinn að vera heima í korter og þá kemur titillinn til hús, sko, og það er bara ótrúlega skemmtilegt að ná að vera hluta í fyrsta. Má segja að þú hafi komið með lukkuna með þig? Já, ég fekk hann frá Arnari Guðjónsssyni og kom með hann til landsins gegnum tóllinn.